segjum? Þetta forsíðu frétt. Hei, hendi þessi brendun. Áramótaskaupinu var stolið í nótt. Albert Guðmundsson, veistu að það búið að stela áramótaskaupi sjónvarpsins? Það getur ekki verið. Tinna! Kalli! Áramótaskaupinu stolið! Áramótaskaupinu stolið! Sjáðu! Kona stelur blaðið! Edda! Segðu mig, Albert, er það satt að tíkin eigi það til að bíta fólk í vinstri fótinn? Hún hefur alltaf þurft að þola þessar ádýlur, alla tíð. Það er alveg saman hvort það er hægri eða vinstri. Já, er það virkilegt, já? Siggi! Örn! Randver! Og allt það, hér fáum við ansi skemmtilegan smell. Nei! Nú, en það er við hæfi hér áramót að líta aðeins öxl. Nú, en það er ekki eftir neinu að bíða. Bíðum samt aðeins. Og Albert, ef þú vildi kannski telja inn í lagið fyrir okkur. Halló! Kópasker! Koma áramót, og gamla árið brenna
takk fyrir það. Góðan dag. Já, takk, já, takk, já. Ætlar að sitja í? Já, takk, já, takk, já. Jæja, vinur, það er þitt mál. Við sækjum ólgandi sjóðinn á sjóðakerfinu græða má og ef það bregst þá má alltaf slá sér ótal víxla og lán. Í útgerð seðlana setjum við og setjum oss á höfuðið. Einar klár hérna, ekki? Jú, Einar hérna. Hans pröfaði á að vera hér alveg. Já, já. Þetta er Magnús hérna, varstu búinn að pröfa það? Nei, veitu. Nó! Hann er á lyfjum þessi, alveg örugg. Magnús er á sterkum lyfjum í þessa dagana. Nú, Frímann, ert þú með þína pröfu? Já, hún er hér. Hvað, ertu ekki með meira? Ég áttu ekki bara að vera miðbunnan? Jú, ættu nú að duga. Já, hann sleppur í gegn með. Já, já, svegjum það. Jóhannes! Ó, hún er hér. Já. Nó! Ó, líka. Það er bara svona. Afkasta mikið í dag, Jóhannes. Já, þetta er leið. Nú, þá er það bara Skúli eftir. Skúli minn. Ég er búinn að skila. Nei, Skúli minn. Það er ekki Ég komið. vil setja hvíta plastmáli. Nei, það er ekki komið inn á borð til okkar, Skúli minn. Pálmi hérna. Já, nei, það er ekki hér. Merk þetta betur, Skúli minn. Nei! Þetta er Einar, maður. Hei! Magnús! Nei, þetta er Einar, sko. Verða áramót, skaupinu stólið í nótt. Geir Hallgrímsson, hver ber ábyrgðina þegar svona hlutir hverfa á ríkisfyrirtækjum? Hverjum er þetta stefna í svona tilvikum? Já, ég skal gjarnan vera sá stemmdi í þessu máli. Segi Geir. Gauinn minn, ertu kominn? Já. Fórstu ekki með mömmu á brennuna? Jú. En ég hélt eftir pelsinu sem við gáum inn í jólagjöf. Við tímdu ekki að láta hann. Hvað brenna við að þér? Nei. Þetta skal ég muna þér í jólu. Þau ganga í dans, hann Geir og kærastan hans. Farðu vel Frans, brauðsleið, og ef þið látist úr leiðindum, þá kaupi ég krans. Ógeð. Fannst þetta fyndið? Superskarpet. Þjóð! Já, hvað var það? Þetta er eitthvað bilað. Ó, fyrirgefið. Já, svel. Já, svona kom það. Þetta meira? Það er ekki að kella yfir, já. Sko, ef við færum nú Albert til dæmis hingað, þá geti Ragnhildur alveg velkomið hingað og Sverrir geti verið hér. Nei, byrju, sko, ef við færum nú Albert til dæmis hingað, sko, og Sverri hingað, þá er náttúrulega komið hérna heyrðu, byrju, hvað erum við þá stæðið? Þá erum við alveg í sömu sporum og áðan. Já, það er alveg satt. En það er alveg greinlegt, þetta gengur ekki upp svona. Það er alltaf einn afgangs. Sko, það verður greinilega einhver að ganga út. Nú, orðið sem við fjöllum í kvöld, það myndast mjög framarlega. Og það er orðið framorðið. Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það. Ef þá hætta núna? Nei, Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það.
Það er orðið áliðið. Nei, Ingibjörg, það er ekki áliðið, það er orðið framorðið. Áliðið eða framorð skiptir það nokkru máli. Ingibjörg, þetta er orðið gott. Gott. Er ekki hægt að bæta bara við stól hérna? Já, nei. Eða hérna, það er nóg pláss hérna. Nei, það verður svo asnalegt. Punnulega hérna. Nei, við verðum bara að komast að niðurstöðum þetta, krakkar. Hérna, en er ekki einhver í sjoppuna og svo ræðum við málin? Hvað, akkur horfið svona á mig? Ég bara... Jæja, þá, ég skal þá fara. Alltaf við ég seldur út í sjoppuna. Nei, strákar, fljótir! Já. Hleypið mér inn, svikarar. Já, er þá ekki bara komin lausn á þessu máli? Jú, ég held það. Það held ég. Þorsteinn minn, gjörðu svo vel. Fljúga hvítu fiðrildin fyrir neðan hólinn, þarna læðir Þorsteinninn þjóhnöppum í stólinn minn. Nei, ég bað símanum að vekja mig. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Nú við skulum kíkja á stutt atriði úr þessum þætti. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Nú við skulum kíkja á stutt brot úr þessum þætti. Gott kvöld. Á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Við getum alveg kíkt á eitt brot úr þeim þætti. Jæja, hvernig gengur hjá þér? Mikil uppgrip? Já, elskar mig og þetta er allt annað líf eftir að maður byrja þessum einkaskóla. Verðið stillt, krakkar! Menntaveginn þú röltir í ró, þó að rænan sé sljó, góði þraukaðu þó. Þú skalt fræðast fiska í sjó, ef þú værir mér á selum en já. Upp með peningaveskinn ekkert væl, því þú átt að læra að borga hæl. Money, money, money. Upp með peningaveskinn ekkert væl, því þú átt að læra að borga hæl. Bíli minn, nautakjött. Nautakjött, já. Ég sé bara búinn á okkur hérna, nautakjöti, þetta er bara búinn. Góða. Stoppa hér. Nei, heyrðu þið hvað ég sagði? Ég sagði stoppa hérna. Þú líka. Heyrðu, hvað á að fara? Nei, stoppa hér. Stoppa hér, heyrðu. Ég sagði stoppa hér. Hvað er þetta? Ég sagði bara að stoppa hérna. Já, tilbaka. Já, tilbaka, sagði ég. Allir saman. Svona. Nú, já. Þið viljið þá fara í hart með þetta? Allt í lagi! Halló! Hæ! Hvað ertu búinn að gera, maður? Maður á fórnýmsu. Þetta skjóta niður lóurnar. Ekki bara lóurnar, góður minn. Þetta er bara alla farfuglana sem leggja sig. Já, en af hverju farfuglana? Af hverju? Þetta eru fleiri þúsund tonn af hráu kjöti sem að ryðjast fyrir landi á hverju ári. Það er bara skylda mín sem tollert að stöðva þetta. Þetta er bara algjörlega ólöglegur uppfinningur. Jú, verður býttur rólegur.
Hvað með erlenda ferðamenn? Eru þeir þá ekki líka ólöglegt kjöt? Þú segir nokkuð. Heyrðu. Gott kvöld. Í þættinum í kvöld verður komið víða vitt og víða verður leita. Við munum breiða okkur inn í Laugardal og fylgjast það með hrjálstramót á Laugardalsvellinum. Halló. Já, þetta er þín Laddi. Já. Já, nei, ég má ekki vera að því núna. Ég er að lesa fyrir hann Bjarna. Já, ég geng frá það á mánudaginn. Já, ok. Hefur við haldið áfram? Já. Við skulum bara kíkja á Sýnisson. Ég er Palli Petersen frá Hallestedt og ég villi fara á klósetti. Nú er tingið slutt og hana nú. Segðu mér, Albert, til hvers fara menn út í pólitík? Til þess að fá almenning til þess að hugsa ekkert og að trúa því sem kemur fram. En er ekki æskilegt að fólk hugsi eitthvað smávegis? Nei, ég er á móti því. Hvað er skaupið? Nú er hann hættur. Og við skulum bara drífa okkur, Kuldaskór. 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 Beikalla, ég vant skó, þú ert svo veimelt ítaleg og mjá. Beikalla, ég vant skó, þú veist ég skil það vel hvað þú ert sár. Beikalla, ég vant skó, þú veður í slappi vor og snjó. Beikalla, ég vant skó, æ, krumpu volgin og blá. Vert ekki svona sár. Svei mér þá. Í síðasta þætti sprikluðum við stórt. Við litum við hjá Frímanni Fuglabanna á Skotbakka. Einnig sóttum við heim Mansa í Útsölum. En núna er ætlunin að sprikla hjá þeim bræðrum Magnúsi og Eyjólfi Laufdal. Góðan daginn, bræður. Þið eru heima? Já, blessaður ertu, við förum aldrei neitt. Nei. Jæja. Á maður ekki að bjóða þér upp á kaffisopa? Jú, takk. Það væri gott, ha. Nú sætla þú kannski. Jæja, hvað vorum við að tala um? Nei, við vorum að tala um kaffi. Nei, takk ómögulega ekki fyrir mig. Magnús, vilt þú kaffi? Jæja, bræður, þið eru búin að búa hérna ansi lengi, er það ekki? Já, það sé ekki orðin í 40 ár. Já, 40 ár, já, og þið hafið flutt hingað þá með foreldrum ykkar. Nei, við vorum nú bara sendir hingað í sveit sem börn. Þá var ekki nokkur sæða hér, svo við fórum bara söður aftur. Þá voru sko pappa og mamma flutt eitthvað í burtu. Já, það er nefnilega það, já. Við bara fórum hingað
verið hérna síðan. Þetta er náttúrulega bilun. Er það ekki, Magnús? Já, þegiðu. Já, en afi, sko, afi, hann var hérna líka sem barn. En það var nú áður en við komum hingað svo við kynntumst honum af aldrei neitt. Sko sem barni. Já. En afi ykkar, hann bjó... Hann dó. Já, en ég meina, hann byggði þessa jörð upp, var það? Já, það var sko áður en hann dó. Já, hann hefur verið fjörugu kallan afi ykkar, maður hefur heyrt það. Nei, ekki eftir að hann dó. Fannst þér það, Magnús? Já, þegiðu. Jæja, bræður, hér virðist nú hálf svona kaldranalegt, ha? Er það, já? Hvernig kynnti þið nú upp húsið ykkar? Nú, með kindunum. Með kindunum? Já, okkur var sagt að við yrðum að kynda húsið, svo við settum bara kindur í öll herbyggin. Þetta er náttúrulega bilun. Í kyndingunni þá? Nei, bara í okkur, Magnúsi. Er það ekki, Magnús? Já, en hvernig er einangrunin hérna? Hún er náttúrulega ansi mikil, einangrunin. Mikil, já, það má segja það. Það fór til dæmis aðskoti mikið í þennan vegg hérna. Já. En Magnús, viltu aðeins? Ef þú myndir... Takk. Eyjólfur, en sambandi ykkar við aðra bæi? Nú eru þið náttúrulega með síma? Nei. Þið eru ekki með síma, nei? Nei. Hvers vegna eru þið ekki með síma? Já, blessaður, það hringir aldrei nokkur kjaftur í okkur. Nei, á hverju heldur þú það? Vegna þess að við erum ekki með neitt síma. Jæja, Magnús og Eyjólfur, ætlið þið ekki að fara að flytjast á mölina? Nei, ekki úr því sem komið er. Við erum búin að vera hérna svo lengi. Þetta er svo afskert hérna. Lýsandi dæmi þetta er orðið snjótittlingur. Ingibjörg, ef þú vildi nú segja þetta orð fyrir okkur. Snjótippi. Bara eitthvað lítið, snjóræfillega. Tilbúið hérna, strákar! Það er tilbúið hérna! Það er rétt að sjá panta på stjórn! Það er tilbúið! Allt er búið! Þú baðst blóðugarsteik, var það ekki? Jú, takk. Örugglega vel blóðug. Ég get ábyrgt það. Já. Áramótaskaupur var stolið í nótt. Tveim árum seinna. Sit ég sveittur og södra ölkrús
Á barnum sit ég sveittur og södra öl úr krús. Þetta bjór líki blandað á staðnum. Þetta meiri háttar blues. Það Þú ert svona rétti svona. Svo pínlítinn vodka hérna út í svona aðeins. Jæja, heyrðu! Ætlar þú ekki að fá bjór líki? Já, viltu ekki svona fylgjast með, sko, það verða allir að vita hvað þeir eru að láta ofan í sig, er það skilið? Já, gott. Þá höldum við áfram, kláraðu þetta. Hvað er þetta? Þetta bara svolítið viski svona úti og svo sjálfsögðu svona... Jæja, þá blöndum við þetta og margar sitja sveit. Svona, jæja, þá erum við bara komin með bjór líki, ekki þess að vel. Já, takk. Gasalegðist. Þú varst með líka, var það ekki, ekki þess að vel. Jú, ég ætlaði að fá dökkan, takk. Nú, dökkan, æ, já, mér finnst það mikið betri. Já, það er stundum það, sko, gera svo vel. Já, sniðugt. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur klukkan 20:30 er að nei. Þetta er bara, þetta er eitthvað vitleysa. Við getum ekki haldið svona áfram. Vitleysa. Þetta er ekki alveg rétt, Ingibjörg. Það er orðið vitleysa. Já, ég læt ykkur fá þessa Vitleysa. Ingibjörg, vitleysa. Vitleysa. Mistök. Mistök. Meiri háttar Já, ég get alveg hiklaust mælt með þessari. Ég meina svona heima hjá mér og hún hefur reynst alveg einstaklega vel. Og endist vel? Endist alveg vonur viti, elskan mín. Jaha. Það er bara einu alveg saman hvernig ég farið með hana og hún virðist bara þola allt. Og sparneytin? Já, eyðir sama á engu. Afkasta samt á við 2. En svo sérðu hún er að elda, bakar, heldur heitum, allt í einu. Má ég aðeins? Jáhá. Þú bara með 3 brauð í ofninum? Það er þessi lúxusmaður. Og greiðslukjörin? Þú getur fengið hana endurgjaldslaust í 1 viku til reynslu og svo má náttúrulega bara alltaf semja greiðslukjörin. Hvernig er með þrifin á henni? Hún þrífur sig sjálfur. Já. 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 Jú, ég held ég skelli mig bara á hana. Það er nefnilega það. Viltu kassahættunum hana? Nei, ég tek hana bara svona. Já, allt í lagi. Og þú borgar hana svo bara í kassan, vinur. Svít og táfélag. Já,
maður, þetta ekki smörustaðinn á klöpp. Gáð á því að þetta eru taugar, þeir ekki fyrir hvern sem þó að taugarnar í okkur séu, segja svona vel að lífast ekki hér. Þú ert órakaður öllin. Þú ert innskeiður með hor. Þú ert frekkátur með fösum og á fingrunum slor. Þú ert hærður undir höndum og með hálsmorgu og fer. Þú ert snirðlæs og þú stamar, ert með stórt og forljótt nef. Þú veist það, elsku vinur, að við viljum ekkert bak. Nei, takk! Oj, bjakk. Hvar sæng þín og gatt, hvar hest þinn og nafn. Og hundskast á burt í einum grænum og fingir einhver nonnastað í bænum. Fingir einhver nonnastað í bænum. Það er alltaf hápunkti þegar 5 mínútur eftir að leikna það gubbjölda með vítaspyrnu í bygga. Þetta getur haft úrslit áhrif okkur í bygga og haldið sættu sem nennar. Þetta er ekki fallega rættinn. Og hann skorði þetta var frábært mark af Petru og við sjáum þetta endurtekið. Þetta er skemmtilega brot sem var hann hana. Sjáu þetta dettur hann. Já, og við bara fáum þetta endurtekið. Þetta er skemmtilega mark. Og Marði, þau verða það áfram hérna rættinn. Fljótlega eftir áramótin verður haldið heimsmót vindlareikingamanna. Albert, værið þú fáanlegur til að spjalla lítilega við okkur þetta væntanlega reykingamót? Ég hef ekkert að móti því. Albert, nú þá allir að vörum að þú hafi náð ótrúlegum árangri í þínum reykingum. Geti jafnvel blásið út úr þér furðulegustu reykminstrum eins og hringjum og þríhyrningum. En nú hefur það líka frést að félagar þínir í Sjálfstæðisflokknum sé ekki hrifnir að því að þú keppir á Kúbu. Þeir eru náttúrulega að reyna að koma höggstæði á andstæðinginn allan tíman. Og alveg sér í lagi að honum tekst vel upp. Alveg sér í lagi, það þolaðir ekki hver öðrum. Já, nú keppir þarna einn harðsnúnasti vindlareykingamaður heims, Juan Carlos de Cigarros frá Buenos Aires. Er hann ekki miklu betri en þú? Miðað við gömlu aðferðina, ekki nýju aðferðina. Einmitt, já, en ef þú heldur áfram að æfa þig, heldur þá að þið takist að blása reyk út úr bæði eyrun í einu? Það er ekkert reynt á það. Já, já. En eitt er víst, að það er ekki hættulaust. Keppendur þessu móti hafa þjálfað sig upp í ótrúlegustu reykingalistum, Albert. Það hefur til dæmis frestað einum keppinutum þinna, George Schwarzenegger, rákmann frá Austurríki, hafi tekist að blása reyk út svitahólundum undir handakreikunum. Hvað finnst þér svona aðferð, Albert? Já, sko, hann hefur farið sína leiðir til þess að það verði fundið út hvort að hans aðferð er leyfileg eða mín aðferð óleyfileg. En nú er einn helsti keppandiðinn, John Smokey frá Bandaríkjónum, með alveg heftarlegan vararþurrk. Það er okkur í hag. Segðu mér, Albert, nú ferð þú einn út. Af hverju fer konan þín ekki með? Við höfum bara ekki efni á því. Já, en Albert, ein svona létt spurningarlokum. Ef þú væri lítill og mjór og reyktir ekki vindla, hvað þá? Og þá væri ég ekki Albert Guðmundsson. Og ég er ekkert að reyna að komast út úr því hlutverki. Ekkert bólar á skaupinu. Guðrún, af hverju tóku þið Páll Pétursson ekki þátt í þessu skaupi? Það er ekkert gaman okkur Páli sem er búin að puða í 1 ár við að undirbúa mál.
fara fram í eldhús og tala við Alfredo. Alfredo! Nú ástandið sko und á þessum bæ. Ég auralaus og hvorki sín ég hlæ. Ég súr og líka svekktur og nú sit ég hér í keng. Og hver ég illa kvektur. Ég í spreng. Ég í spreng. Kamarinn komin undir hamarinn. Námsi mitt á nauðungar upp og fer. Ég neyðist til að haldi mér. Oh boy! John! Þjóðin situr upp með glatað skaup. Þjófnaðurinn á áramótaskaupinu hefur vakið óhug og reiði meðal þjóðarinnar. Hér eru mættir til okkar í sjónvarpssal tveir af höfundum nýja skaupsins, Steingrímur Hermannsson og Albert Guðmundsson. Einnig eru hér í sjónvarpssal og að spyrja þá spörunum úr nokkrir blaðamenn. Nú, Steingrímur, mig langar til að spyrja þig hvernig miðar vinnunni við nýja skaupið? Ég er með hér skrá yfir 25 atriði sem byggjast á þessu plaggi. Þau eru allt tímasett hvenær það er komað til framkvæmda. Já, þannig að það. En nú gekk mjög illa að fá okkur félagarna hingað til viðtals. Afskaplega illa. Segðu mér eitt, ég frétt að þið hefðuð látið loka ykkur inn á Skalasafni Alþingis. Það verður að vera fríður bæði fyrir ykkur fréttamönnum og öðrum að vinna. Það verður að vera vinnufríður. Já, en það hefur flogið fyrir, Albert, að þetta verði einhver dýrasti og fjölmennasti skemmtiþáttur sem sögur fara af. Einhver hefur nefnt til dæmis 9 milljarð. Er þetta ekki einhver misskilningur, Albert? Hvernig er það? Við höfum að ráða núna, ég veit ekki annað en að það sé búið að ráða í 29 stöður, en 9 milljarðin guðanóttur. Vitið þið hvað er að tala um? Já, en hvar, Albert, hvar á að taka þessa peninga? Af elliheimilum, af barnaheimilum, af sjúkrahúsum, af hverju sem við getum nefnt, af íþróttafélögum, af öllum þeir sem njóta undan þá núna, þá væri hægt í heild að ná inn 9 milljónum. 9 milljónum. Nú stóðst þú fyrir skemmtiatrið á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Þetta skaupið mæltist fremur illa fyrir ef ég man rétt. Og þú getur aldrei náð 100% árangri yfir fyrstu atriðinu. En árangurinn var verulegur. Við þurfum að þetta nýja skaup ykkar félag sko verði eins gott á það sem að hvarf. Það er áreiðanlega stórkostlega mikið betur en það var og vonandi í lagi. Nú, það væri þá kannski ekki vegi að líta á eins og eitt atrið úr þessu nýja skaupi. Já, við skulum að líta á þetta. Steingrímur, nú veist þú að áramótaskaupið er fjölskyldu þáttur. Finnst þér þetta smekklegt atriði? Ha? Það hefur ekki orðið samkomulag milli flokkana um þetta. Og ég held ég megi fullera að þetta er eina atriðið í þeim tillögum sem ég lagði fram sem ekki náðist samkomulag um. Flokkast þetta ekki undir aulafyndni? Já! Menni, er þetta ekki fyrir fólk með brenglaða kýmningar? Ha? Ég þekki ýmsa sem er þannig ástatt með. Ég vil segja það að ég nú í sá sem að forsætisráðherra á við. Eitt af því sem frest hefur er að það hefur verið langt atriði með Jóhannesi Nordal þar sem hann syngur gamanvísur seðlabankabyggingun og bankastjórabílana. Segðu mér eitt, Albert, ert þú búinn að tala um þetta við Jóhannes? Já. Ég hef ekki rætt það við Jóhannes, nei. Sko þetta er hugmynd. Það er hugmynd sem ég er með og ég tel að það sé ein leið. Og mér langar að snúa mér á öðru. Fyrirgefið þig. Mér langar að snúa mér á öðru. Fyrirgefið þig. Fyrirgefið þig. Það er atriðið með hænsnónum. Já, finnst þér það leiðinlegt? Kannski ekki beint leiðilegt, en heldur subbulegt. Þið voru þannig greinilega að gera grínað kjötmálinu eða hvað. Og slátruðu þarna nokkrum hænsnum. Þeim er alls ekki slátrað, það er gert nákvæmlega sem við lögðum til. Og hefur verið full samstæð um það í ríkisstjórninni. Já, tíminn er því miður bara...
Lýsandi dæmi þetta orðið frussa með sérstakri áherslu. Frussa, Ingibjörg. Frussa! Hvað mikill munur að vera komin í sitt eigið húsnæði. Krakkar mínir! Já! Viljið loka á eftir ykkur? Loka í sjálfur! Krakkar! Það ekki hægt, sko. Það var lokað hérna! Já, gera sjálfur! Já, taka svo! Nei! Það var ríksalegt! Rósa tekur þetta. Rósa, kýla á það svo, og maða! Já! Glæsilegt, maður! Æðislegt! Ja, Tóki, takk þú eina. Nei, jú, takk þér. Passaði! Stór hættur. Viltu taka kúlið þetta? Þessi? Já, takk þessa bara. Sjöðu. Bara tróða puttunum vel í, ná góðu taki. Góðu taki á þessu. Ok. Já. Viltu nú þung svolítið? Já, skemmt ekki gólfið. Já, svo bara, svo málið bara, láta hana vaða, sko. Já, vaða! Og sjá! Það sleppa kúlunni, maður. Tóki minn. Já, ég áttaði mig ekki á því að sleppa henni, sko. Heldur alltaf fast. Já, það mátti að nota þess að hendi í ykkur. Muna það næst. Þetta ekki að tegja því. Gott kvöld. Sundag kemur 20:30 eitthvað þetta er margt að segja þetta, ég stend ekki, þetta er búið. Þú lifir nýra gúl að þið morskæja. Þú morskæja. Ты мужская, зузавишь, не грабузна. Грабузна! Зомусач суиш, за незавизготстя, зоэлитсня замжос. Já, við sáum þarna stutt atriði úr myndinni meðan laufin sofa liggja spaðarnir andvaka og við vorum svo heppin að fá leikstjóra myndarinnar meðan laufin sofa liggja spaðarnir andvaka hingað til okkur í sjónvarpssal. Og ég vil þá í framhaldi af því beina spurningu minni til leikstjóra myndarinnar meðan laufin sofa liggja spaðarnir andvaka. Hvert varst að fara með þessari mynd meðan laufin sofa, já, veit ég hvað ég við? Já, með þessari mynd á meðan laufin sofa, já, liggja spaðarnir andvaka. Já. Þá fyrst og fremst verið að túlka sem sagt þessa... Já, fyrir ekki, þú ert nú bara túlkur hérna og vildir koma spurninguna framfæri við leikstjóran, takk. Já, ég get alveg gert það. Það alveg sásökulust að minni hálfu. Takk fyrir. Þú veist því levels þú í filmi þig greiðt stóðisja. Нет, да это фильм из Татавы, а чисто байт, það fætti það spil. Blætt, þú tóðst nýlega. Já, hann segir nú að þessi mynd sé bara eindómt bull, að hann hafi gert hann í fylliríi og þetta sé bara tóm vitleysa. En ég held nú hins vegar þetta sé ekki alls kostar rétt hjá hann. Já, bíddu aðeins. Ef við tökum sem dæmi atriði sem við vorum að skoða þarna áðan. Þá eru, já, rólegur, ég ekki búinn. Þá eru þarna í þessum atriði mörg ákaflega sterk tákn. Við getum tekið sem viltu slappa af, mann, anskoti! Hvað segir leikstjórinn um þetta? Já, nei, sko, við skulum ekki vera að flækja málunum of, sko, ekki vera að blanda of mörgum í þetta. Расположите фильм из отрасов, но что? Ленинград, Волга, другой шарей, а ты будешь старать, то вот Hvað var hann að segja? Nei, þetta bara persónulegt mál á milli okkar, við skulum ekki fara neitt lengra með það úr sögunni núna. Já! En svo við tökum þetta atriði áfram þá virkilega það snertir mann ef maður fyrir að hugsa út í það. Það þarna í þessu atriði mörg alveg afskaplega sterk tákn eins og ég sagði. Það eru eldur, það jörð, það vatn, það allt í þessu og það virkar verulega stuðandi á fólk. Já, það gerir það. Fyrir ekki, við höfum því miður ekki lengri tíma þannig að ég vil bara þakka fyrir komuna. Já, konuna, já, það gott þú myndist á hana. Nei, við getum eflaust talað um þetta í alla nótt. Já, það allt í lagi mín vegna, ég ekki tímabundið. Takk fyrir.
Meira helvíti fíflið. Og hvað má bjóða þér? Já, með hverju mælir þú? Já, ég mæli nú með þessu hérna. Með þessu? Já, ég mæli með þessu. Að hverju? Nú, ég að byggja. Ertu að byggja? Já. Ég líka að byggja. Ertu að byggja? Hann að byggja, hann að byggja, hann að byggja, hann að byggja. Já, engan þarf að undra það mér þykja. Þó auminginn sé þjakaður á taugunum. Hann vinur okkar Baldur að byggja. Með bauga undir vaxtabólnum. Augunum, því bankarnir í leyni margir liggja og láta sem þeir séu með á nótunum. Þeir vita það að Baldur að byggja og brátt skal kippa undan honum fótunum. Pabbi skjótu brækitu, allir horfa á. Já, en pabbi, hann kemur kannski á morgun eða hann kemur niður með prikinu, vinnan. Pabbi kemur niður með prikinu. Passaðu þig ekki flautuna, maður. Segðu mér hérna, tóan þessi skaðvaldur sem fólk segir hann að vera? Skaðvaldur? Þetta viðbjóður, þetta pláa, getur sagt. Og þá komið að síðasta liðnum í fegurðarsamkeppninni. En það liðurinn sem við kjósum að kalla tekið í tólið. Nú, það hefur sýnt sig að góð þjálfun í þessari list býður upp á ótæmandi atvinnutækifæri. Ég tala nú ekki á erlendum markaði. Nú, það er ekki til að bíða. Er dómnefndin tilbúin? Það er nefnilega það og hún er tengd. Já. Hún er vel tengd. Magnús tengdur. Það er gaman að hafa þig með okkur hér í kvöld, Magnús. Þú kemur langt að. Nú dveljum ekki lengi við það. Og þá vil ég biðja fyrsta keppandan að stíga í klefan. Sigríður Hafþórsdóttir, gefum henni gott klapp. Nú, eitthvað er að gerast hjá Þórði. Þórður er lagður í hann og gaf henni ljóminn. Nú, Frímann. Já, Frímann. Að stígur hjá Frímann, já. Já, það var lagið Frímann. Nú, það er rólegt hjá Magnúsi. Magnús. Já. Það er hreyfist hjá Magnúsi. Magnús, nei. Magnús, við. Magnús tekur aftur. Og nei. Hefði sig. Já, Magnús. Takk fyrir. Hæja á myndinni. Takk fyrir.
Eitthvað að! Það vantar áramótin í þetta. Það vantar kannski þetta bara spurningu glimmer. Já! Nú allir á kreik, nú á nýjárið leik. Nóttin bleik og við höfum alls engar áhyggjur. Þó allt var í steik. Nú villum við staur og hefjum ræður og ræður. Hlæjandi hlaupuna og tökum fasti með bros á vömm. Búið er nú. Skaup! Áttu eld!